kvenna ár sem í gangi núna, kvenna árið 2025, þessi mikla og innilega samvinna við konur í atvinnurekstri þá af hálfu verkalýðshreyfingarinnar. Fyrir mér þá stenst þetta enga skoðun. Ef þú skoðar til dæmis fyrir kvennaár 2025.is, þessa official síðu þessa árs sem við öll núna að vera að fagna, þá sérðu þáttakendurnar. Og það Alþýðusambandið og það BSB og það BHM og það eru hinir og þessir. En svo er FKA er félag kvenna í atvinnurekstri. Ég held að félag kvenna í atvinnurekstri sé bókstaflega með skrifstofu hjá samtökum atvinnulífsins og ef þú skoðar svo inn á vefsíðu FKA hverjir eru meðlimir, þá er þetta sko upper echelon íslensks kapitalista. Þetta eru bara stjórarnir úr bönkunum og olíufyrirtækjunum og ræstingafyrirtækjunum. Svo það kom mér svolítið óvart og mér fannst það svona pingu fyndi og segja mikið svona hvað tengslamyndun og tengslanet skiptir fólk miklu máli, að þarna inni í félaginu í atvinnurekstri þá líka mjög mikið að konum sem háum stöðum hjá henni opinbera. Ég sagði, má þetta? Mér finnst þetta mjög skrítið. Og mér finnst þetta grafa mjög undan mitt svona hinn svona kapitalíska anda. En þú veist, hvernig á til dæmis þessu Alþýðusambandi að geta réttlætt það að vera í einhver svona samvinnu einhverja vitundarvakningu hvað með þessum konum? Hvað er vitundarvakningun? Er hún þá einmitt það að það sé mögulega einhver auka hæð á Kjarval þar sem bara kallarnir megi fá að fara en ekki þessar konur?